Kæru jógar. Ég ætla að taka upp hérna stuttan Shivananda tíma en þar sem að það er ekkert rosalega mikið pláss hérna í heimajógaherberginu mínu þá vantar hérna á mig handleggina þegar ég sveifla þeim upp. Þannig að þið kannski frekar hlusti bara á það sem ég segi heldur en horfið. En allavega, við skulum byrja á að sitja og koma okkur aðeins fyrir í líkamannum, lenda, loka aðeins augunum, rétt almennilega úr okkur. Anda inn um nefið og út um nefið. Reynum að stilla andardráttinn þannig að inn- og útöndun sé nokkuð jöfn. Augun aðeins lokuð, drögum axlirnar aðeins niður frá eyrunum og aftur. Slökum á handleggjunum. Réttum almennilega úr bakinu. Lengjum hnakkann. Svo skulum við velta höfðina aðeins yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og aftur hægri, fram, vinstri, einu sinni enn, hægri, fram, vinstri, miðjan. Skiptum hring. Yfir til vinstri, fram, hægri, yfir til vinstri, fram og hægri og einu sinni enn. Til vinstri og fram og hægri. Frábært. Teygjum okkur svo aðeins upp. Leggjum lófana saman. Upp handleggirnir upp með eyrunum. Horfum beint fram. Drögum herðablöðin saman og niður eftir bakinu. Við ætlum að gera nokkrar sólarhyllingar, 3 umferðir af klassísku útgáfunni þar sem við stígum aftur með vinstri og hægri til skiptis og þið fyrirgefið þetta með handleggina. Ég bara hef ekki meira pláss. Allavega. Skulum koma okkur fyrir fremst á dýnunni, standa jafnt í báða fætur, rétta úr okkur. Jafnvel vera aðeins einskef ef að það slakar betur á mjóbakinu. Svo sveiflum við upp handleggjunum. Föllum fram, lófar í gólf, hálflyfta, stígum aftur með hægri fót, hnéð í gólf, horfum upp. Vinstri fylgir með, erum í plankastöðu. Hér komum við niður á hnén, skjótum rassinum út í loftið og drögum okkur niður í gegn, fram, upp í kóbra. Setjum tærnar undir okkur, upp í hund, stígum fram með hægri fót, hnéð og vinstri í gólf, horfum upp, stígum svo fram með vinstri og erum þá komin í hálfu lyftuna. Djúpa frambeygju næst, stöndum svo upp og aftur í upphafsstöðu. Aftur hinum megin, teygjum okkur upp, föllum fram, lófar í gólf. Hálflyfta, vinstri stígur aftur, hnéð fer í gólf, horfum upp. Hægri fylgir svo með, við stígum aftur í plankastöðu. Komum niður á hnén, drögum okkur hérna í gegn. Kóbra. Tær undir. Erum í hundi. Stígum fram með vinstri. Horfum upp. Hægri kemur með. Lyftan er hálf og djúp frambeygja næst. Stöndum upp og upphafsstöðu. Þetta var 1. Aftur, teygjum okkur upp, bakfettan bætist við,
Föllum fram, lófarnir í gólf. Hálfa lyftan, hægri stígur aftur, langt aftur, horfum upp, vinstri kemur með, það planki, við förum niður á hnén, komum hérna niður í gegn og upp í kóbra, tærnar undir, hundur, hægri stígur fram, horfum upp, vinstri kemur svo með, við erum í hálfri lyftu, flatt bak, lyftum höfði og öndum svo frá í djúpa frambeygju. Innöndun upp, fráöndun, upphafsstöðu. Hinum megin, öndum að, öndum frá, lófarnir í gólf. Að og frá, stígum aftur vinstri. Horfum upp hér, öndum að, fráöndun, stíg aftur í plankan. Koma niður á hnén, draga okkur í gegn. Anda að í kóbrunni. Frá í hundinn. Svo stígum við fram með vinstri. Horfum upp hér. Hægri kemur með og það hálfa lyftan. Flata bakið, lyfta höfði, svo frambeygja. Svo stöndum við upp, lófa saman og segjum 2. Og síðasti, öndum að og öndum frá. Hálfa, stíga aftur hægri, horfum upp, vinstri kemur með, planki, hnén, drögum okkur í gegn, kóbra, tær undir, hægri stígur fram, vinstri kemur með, hálflyfta, frambeygja, standa upp, upphafsstaða, hinum megin, teygjum okkur upp, föllum fram, hálfa, vinstri stígur aftur, djúpt gott skref, hægri með, planki, hnén niður, drögum okkur niður í gegn, öndum að í kóbra, frá, hundinn, stíga fram, vinstri, hægri með, hálfur, frambeygja, standa upp, með bakfættu og upphafsstöðu, slaka, leggjast niður í líkið. Finnum að líkaminn hefur hitnað. Færum svo fæturna saman, teygjum handlegginn upp fyrir höfuð, gerum okkur ekstra löng og slökum. Næst gerum við fótalyftur. Við ætlum að gera 10 fótalyftur í dag og við getum ráðið í hvort við höfum hendurnar hérna niður með hliðum eða setjum handleggina upp fyrir höfuð. Við setjum fæturnar alveg saman, við réttum alveg úr ristunum, við spennum vel kviðvöðvana svo við séum að strengja band á milli mjaðmarbeinanna og draga það saman og svo lyftum við upp, 1, sígum niður, 1, upp, 2,
2, niður, 2, 3, upp og niður, 4, upp og niður, 5, upp og niður, 6, upp og niður, 7 og niður, 8 og niður, 9 og niður og 10 og niður. Stoppum aðeins og slappum. Losum hendur ef það voru fyrir ofan höfuð. Sækjum hægra hnéð, drögum það þéttingsfast inn að brjóstkassanum. Þetta myndi heita einföld vindlosun. Getum teiknað smá hringi með hnénu, losað upp á bakinu. Réttum svo aðeins úr fætinum, sækjum stóru tánna og höldum í. Beygjum svo fótinn, skilum honum niður, sækjum vinstri. Beygjum hnéð inn að kassanum, föðmum hnéð. Og við erum að reyna að ýta hnénu svolítið vel niður og í áttina að okkur. Slétt alveg úr hægri og ef ykkur finnst þægilegt að losa svona við bakið, teikna smá hringi með hnénu. Svo réttum við úr, tökum í stóru tána. Að sjálfsögðu ef við náum ekki í tána, þá grípum við bara einhvers staðar í fótina sem við náum. Sko reyna að hafa fótinn beinan. Sleppum, slökunarstöða. Við erum að taka svona cirka 5 andardrætti í slökunarstöðinni alltaf inn á milli. Fætur saman, hendur fyrir höfuð og innhendur og fráhendur. Setjumst upp og komum okkur yfir í krjúpandi stöðu. Höfuðstaðan er næsta staða í röðinni í þessari seríu og þeir sem eru öruggir á höfuðstöðunni þeir vippa sér bara upp í hana. Ég er ekkert sérstaklega hrifin af þessari stöðu sjálf þannig að ég ætla að gera höfrungastöðuna í staðinn. Fæ alltaf einhver leiðindi í hálsinn af þessari stöðu. Við sama hvort við gerum höfuðstöðuna eða höfrungastöðuna þá er alltaf axlabreidd og handleggirnir spennagripar muna að losa litla puttan. Kollurinn fyrir í gólf. Höfrungastaðan flatir fram handleggirnir á gólfinu. Þannig við leggjum niður, mælum, slökum á og ef þið eru öruggir með höfuðstöðuna þá kannski eru þið bara farin upp í hennar nú þegar. Það er bara ljómandi gott, þið komum bara þá niður með okkur hinum svo úr höfrungastöðinni. Setjum aðeins undir okkur tærnar og lyftum okkur svo upp. Öndum rólega hér, þrýstum olnbogunum aðeins niður. Þrýstum fingrunum niður, svona eins og við erum að grípa þéttingsfast eitthvað. Komum svo niður á hnén og þeir sem eru í höfuðstöðunni koma líka niður, förum öll í barnið. Ykkar útgáfa af barninu, hnén sundur eða saman, handleggirnir niður með hliðum eða teygðir fram. Bara hvernig liggur á barninu í dag.
Reynum fyrst og fremst að slaka á mjóbakinu í barninu. Og svo leggjumst við aftur í líkin. Hendur rólega, lófa snúa upp, slakkur kjálkinn, lokaðu augun, fletjum úr herðablöðunum, fletjum úr rassvöðvunum. Færum fætur saman, tegjum hendur upp fyrir höfuðinnöndun, gerum okkur ekstra löng og fráöndun, setjumst upp. Næsta staða í röðinni axlastaðan og við ætlum að taka axlastöðuna og hálfbrúna eða rétt strax á eftir henni. Þannig að það er hægt að fara beint úr axlastöðunni í hálfbrúna og ef þið eru ekki að kveikja, það var hálfbrúin þessi hér staða. Þannig að það er hægt að fara beint niður í hana úr axlastöðunni. Þannig að við vippum okkur upp í axlastöðu. Hér er svona mikið pláss eins og þið sjáið. Höldum við bakið. Slökum á fótunum. Auðveldara fyrir mig að tala svona. Þið eru ennþá í axlastöðunni. Andið rólega. Og svo getið þið skipt um grip. Snúið þumlunum inn í áttina að hryggsúlunni. Haldið við og látið fætur falla ofan í gólf. Komin í hálfbrúna. Sem heitir í raun og veru brúin af því að það sem við köllum brú, það heitir hjólið í jóga. Ef þið viljið ekki fara beint í stöðuna, þá bara rúllið ykkur niður úr axlastöðunni og lyftið ykkur hér upp í stöðuna. Höldum við. Sleppum svo takinu og réttum úr fótunum. Finnum áhrifin þó að við séum ekki lengi í hverju stöðu núna. Það að gera stutta útgáfu af þessum tíma. Þá finnum við samt oft ótrúlega mögnuð áhrif. Færum fætur saman, tegjum hendur hátt upp fyrir höfuð, gerum okkur löng og setjumst upp. Næsta staða er frambeygja og við ætlum að taka frambeygjuna einu sinni bara í dag. Þannig að við ætlum að fletja aðeins svona úr fleskinu, lyfta okkur upp úr sætinu og grípa í fætur einhvers staðar á svæðinu frá litlu tá og niður í hæl, sérst utanvert á fætur. Og svo bara láta þyngdaraflið vinna með okkur. Einhvern tímann verður höfuðið komið hérna niður. Njótum þess að finna gott tog neðst í bakinu. Kannski finnum við teygju aftan á lærunum.
djúpt að, komum upp úr stöðunni, setjum hendurnar svona 10-15 cm fyrir aftan okkur. Við ætlum að taka borðið, beygjum hné, setjum iljar í gólf, þrýstum vel í gegnum lófa og lyftum okkur upp og við höldum aðeins hér. Leyfum höfðinu að falla aftur, sígum niður og leggjumst niður í líkið einu sinni enn. Færum fætur saman inn hnén, tegjum hendurnar upp fyrir höfuð, gerum okkur svolítið löng og veltum okkur svo yfir á magann til að taka bakfæturnar næst. Við byrjum á kóbrastöðunni, við setjum lófana inn undir axlir, liggjum flöt. Í dag ætlum við að láta bara stóru tærnar snertast og hælana falla í sundur. Slaka aðeins á fótleggjunum. Byrjum á að setja ennið aðeins ofan í dýnuna, lengja hálsinn. Svo lyftum við höfði, lyftum efri hluta líkamans, þrýstum gegnum lófa, horfum fram eða horfum upp, lokum jafnvel augunum, reynum að búa til gott bil frá eyrum niður í axlir. Slaka á rassvöðvunum, njóta sveigjunar í mjóbakinu, íta lífbeinunum í gólfið ef það er mögulegt og svo leggjumst við á magann, gerum smá kodda með höndunum, leggjumst á annan magann. Gera svo aðra bakfættu, skulum leggja hendur niður með hliðum, lófarnir snúa upp og nú snertast hælarnir. Setjum ennið í gólfið, síðan ætlum við að lyfta handleggjónum upp og láta þumlana snertast hérna fyrir aftan bak, lyfta okkur upp, olnbogana sundur, halda okkur uppi, hælarnir saman, horfum upp og fram. Handleggina sundur, niður og hvíla. Við getum lagt okkur á hinn vangann núna. Komum svo upp í krjúpandi stöðu, tökum síðustu stöðuna og við tökum stutta slökun. Við ætlum að krjúpa, setjast hægra megin við okkur sjálf og stíga hérna yfir með vinstri. Tökum vel utan fótinn og ef jafnvægi er í lagi, snúum við upp á okkur og horfum aftur fyrir okkur. Það er rosalega gott að taka snúning á eftir bakföttum því að þær vilja stundum bíta svolítið í, lengi á eftir, einhvern veginn slakar á tilbaka og aftur upp í krjúpandi, setjumst vinstra megin við okkur, hægri yfir, stígum í, föðmum fótinn og það er algjörlega í lagi að vera hér. En betra samt ef við getum snúið svona upp á okkur, horft yfir hægri axlina, snúið upp á höfuðið, snúið upp á efri hluta bakinu og aftur í miðju. Svo ætlum við að leggjast aftur í slökun, getið náð ykkur í þessna teppi ef þið viljið. Tökum góða slökun. Við ætlum að
láta lófana snúa upp. Velta aðeins til höfðinu. Lengja hnakkan. Fletja vel úr herðablöðunum. Fletja vel úr mjaðmagrindinni. Hrista aðeins til fætur. Leyfa svo fótunum að falla í sundur. Stillið aðeins af handleggina. Langt frá líkamanum stutt. Tekkið á hvað er best að gera. Við skulum hafa augun lokuð. Við skulum hafa örlítið bil á milli varanna. Við skulum anda rólega inn nefið. Stoppa. Og anda rólega frá. Ofurhægt. Og aftur anda inn nefið. Og stoppa. Og rólega frá. Og rólega. Og hægar. Og einu sinni enn. Anda inn. Og stoppa. Og rólega frá. Rólega frá. Hægjum á hugsunum okkar. Hægjum á taugakerfinu. Það hægir á hjartslættinum. Blóðþrýstingurinn lækkar. Streituhormónin hypja sig. Og slökunin nær yfir höndinni. Líkaminn fer að byggja sig upp. Skulum aðeins krulla tærnar og slaka á tánum. Hrista aðeins til ökklana og slaka á ökklunum. Slaka á hristunum og iljónum. Slaka vel á kálfunum. Hægra megin og vinstra megin. Aflæsum alveg hnjánum. Finnum bara hnéskinnin flýtur þarna afslöppuð. Og slaka á vöðvunum framan á lærunum. Alveg frá hnéi og upp í mjöðum. Og slaka á innanverðum lærunum. Aftan á lærunum. Og utanverðum lærunum. Alveg frá hnéi og upp í mjöðum. Hægra megin og vinstra megin. Slaka alveg á fótleggjónum. Finnum að þungur hægri fótleggurinn og þungur vinstri. Gef eftir. Að slaka á mjaðmagrindinni. Fletja úr rassvöðvum. Slaka á mjóbakinu. Upp hryggsúluna. Gegnum mjóbakið. Gegnum brjóstbakið. Á milli herðablaðanna. Upp í háls og upp í hnakka. Fletjum úr herðablöðunum. Slökum á hægra megin og svo vinstra megin. Öndum djúpt og þenjum út kviðvöðvana og slökum svo á kviðvöðvunum. Slökum á brjóstvöðvunum. Hægra megin. Vinstra megin. Færum aðeins athyglina í fingur, krömpum það aðeins og slökum á handarbakinu og lófanum. Höfum úliði mjúkan, framhandlegginn og olnbogana. Upp handlegginnir. Höfum hægri handlegginn þungan og vinstri handlegginn þungan. Slökum á í andlitinu, á milli augabrúnanna, á enninu, höfuðleðrinu. Hægjum enn meira á hugsunum okkar.
ef þið hafið tækifæri til, þá skulið þið endilega halda áfram í slökuninni í smástund. Og þeir sem hafa ekki lengri tíma í dag, skulið byrja að hreyfa fingur og tær og setja sveiljar í gólf, örsnöggar, rúðuþurrkur, hreyfingar með hnjánum og setjast svo upp með krosslagða fætur. Réttum úr bakinu, beygjum höfuð, setjum lófana saman. Þökkum okkur sjálfum fyrst og fremst fyrir að taka frá tíma í amstri dagsins til að jóga pínlítið, tengja huga á líkama og skapa ró í sálinni. Namaste.